kvöld sem ég fer beorð þitt lýsi minn veg. Veit að stundum ég get verið fellig. Reyni og reyna að gera það sem rétt. Hlýða föðurinn sveitir rétt frá rútu í greini hverja frétt. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég heyri þig banka, býð þér inn. Vertu velkomin, Herra minn. Þú púslar mér saman aftur og enn. Gefur mér von að þér mæti senn. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, 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 ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Guð. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á le
Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar guðsþjónustu hér í Lindakirkju í kvöld og velkomin þið sem eru að fylgjast með í streyminu. Mér langar að það var svo fallegt að horfa á fréttirnar á Stöð 2 í kvöld. Ég veit ekki hvort þið tókuð eftir í, en þar var sérstaklega talað að vinir eins fermingardrengjurum okkar, Tómasar, þeir eru í HK og þeir höfðu boðið til styrktar tónleika. Heyrist ekki í mér, þarna kemur þetta. Takk Guðbjörg, þetta var kærleiksverk og kannski heyrðu þér ekki í mér áðan. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin ef þið heyrðu ekki í mér áðan. En það var svo fallegt í kvöld fréttunum að í dag þá voru vinir Tómasar sem að fermast hjá okkur og hefur í vetur verið að glíma við mjög erfitt krabbamein. Þannig að það þurfti að taka handlegg af honum vegna meinsins og hann í erfiðri baráttu. Að vinir hans héldu í kórnum í dag, hérna upp í, ekki í þessum kór, heldur kórnum auðvitað, fótboltaleik þar sem þeir voru að styðja hann og það voru 100 sem mættu og það það sem að kirkjan og við erum kölluð til að gera í lífinu sjálfu, í hversdeginum, að reynast hvort öðru vel og við ætlum að biðja fyrir honum í lok stundarinnar. En þemað í kvöld skírnin og vatnið og Guð sem að endurnærir okkur og hreinsar. En við skulum hefja þessa stunda því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við upp á spæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og þá hvet ég ykkur til að syngja hátt með kórnum í næsta lagi. Þetta sálmur sem við þekkjum öll í bljúgri bæn. Sem
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Svo stöndum við meðan syngjum dýrðasönginn. Fáum við okkur sæti og heyrum fyrst fyrri ritningalesturinn, en þar segir í Jesaja bók: Hlýðið á mig, eylönd, hyggið að, fjarlægu þjóðir. Drottinn hefur kallað mig allt frá móðurlífi, nefnt mig með nafni frá því að ég var í móðurkviði. Hann gerði munn minn sem beitt sverð og huldi mig í skugga handar sinnar. Hann gerði mig að hvassri ör og faldi mig í örvamæli sínum. Hann sagði við mig: Þú ert þjónn minn, Ísrael, ég læt þig birta dýrð mína. En ég svaraði: Ég hef erfiðað til ónýtis, sóað kröftum mínum til einskis og út í vindinn. En réttur minn er hjá Drottni og laun mín hjá Guði mínum. En nú segir Drottinn, hann sem myndaði þig í móðurlífi, til að vera þjónn sinn, til að ég sneri Jakobi aftur til sín, til að Ísrael yrði safnað saman hjá honum. Ég er dýrmætur í augum Drottins og Guð minn varð minn styrkur. Hann segir: Það er of lítið að þú sér þjónn minn til að endurreisa ættbálka Jakobs og leiða þá aftur heim sem varðveist hafa af Ísrael. Ég geri þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að hjálpræði mitt nái allt til endimarka jarðar. Svo segir Drottinn, lausnari, hans heilagi, við hinn fyrirlitna sem fólk hefur anstigð á. Við þjón harðstjórana, konungar munu sjá þetta og rísa upp, höfðingjar falla vegna Drottinn sem er trúr, vegna hins heilaga Ísraels sem valdi þig. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Svo les ég úr pistlinum, 1. Pétursbréfi. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlætur fyrir ranglæta, til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til, en lifandi ger í anda. Þannig steig hann niður til andanna í varðhaldi og predikaði yfir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar að Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það er 8 sálir í vatni. Þetta er fyrirmyndan skírnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún er ekki hreinsun óhreinindi á líkamannum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisu Jesú Krist sem steig upp til himna, situr á hægri hönd og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Þá bið ég ykkur á nýjan leik sem auðvelt með að rísa og sætum við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað hefur guðspjallamaðurinn Matteus. Þá kom Jesús frá Galileu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varnunum þess og sagði: mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: láta nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes letað eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafn skjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu að koma yfir sig. Og rödd kom af himnum: þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og þá játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Til mín skal börnin
kvöld heyrðum við skírn Jesú og skírnin mjög mikilvæg í kristinni kirkju og núna helgina þá fékk ég að skíra 4 börn sem þá eru tekin með sérstakum hætti inn í kirkjuna og það alltaf hátíðlegt þegar svo en svo getur það líka verið svolítið skemmtilegt. Ég svona hugsa bara til aðeins að geta brosaða eitt af kostular sem ég lenti í skírn því að það mjög ríkt í Íslendingum þó það sé aðeins á undanhaldi að geyma nafnið fram að skírninni og það var í rauninni út af því að fólk trúði því að sá fyrsti sem ætti að heyra nafnið nefnt væri Guð. Þannig að hinn vondi kæmist ekki í nafnin. Þá var það bara ekki sagt fyrir en við skírnina. Og ég var einu sinni að skíra og þá sagði ég, við ætlum að biðja stóra bróðurinn að segja þetta en hann 4 ára og hann svolítið svona vel virkur og ef við segjum honum fyrir skírnina þá var hann búin að kjafta í alla sko. Þannig að við ætlum bara að kvísla honum það þegar það kemur. Svo kemur að ég segi hvert nafn barnsins og þá beygir móðurinn sín svona niður. Hátt og skýrt. Og þá sagði hún þessu nafnið og endaði svo verður þú að segja það hátt og skýrt. Og það var eina sem hann mundi blessaður. Og kannski til að geta líka aðeins brosað þá var önnur sagði hann tekist nú ekki skýrn nema óbeint og við vorum að fara í skýrt hérna hjá systur dóttur minni og hún var í Kópavogskirkju og þegar við vorum að labba inn í skýrnina þá segir dóttir mín, hún hefur verið svona 4-5 ára Það voru hrísgrjón fyrir utan kirkjuna. Akkur voru hrísgrjón, mamma? Og mamma útskýrði að það svona oft kasta hrísgrjónum yfir fólk og hún hefur aldrei fundist gott að borða hrísgrjón. Þannig að hún hugsaði lengi svona í miðri skírnarnátum áttu við erfitt með springingju hlátri að því hún hnippti í okkur og sagði mamma, pabbi, þegar ég gifti mig, getum við haft kartöflur? Og við erum eiginlega búin að ákveða ef hún einhvern tímann gifti sig að þá ætlum við að kasta kartöflum. En reynda bara smælki sko, bara. En þetta nú svona bara aðeins sagt til að gleðjast. En skírnin samt ótrúlega mikil gleði athöfn og þegar maður kemur að því að við erum vön í lúthersku kirkjunni að hafa barnaskírn, að það þó ekki allstaðar þannig. En Kristur var til dæmis 30 þegar hann skírist. En við notum texta sem að úr kallað skírna Guðspjall og það þessi texti þar sem að sagt nákvæmlega svona í Biblíunni menn færðu þá börn til Jesú að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá og þegar Jesús sá það sárnaði honum og hann mælti við þá leyfi börnunum að koma til mín og varnið þeim ekki því að slíkra Guðs ríki. Og sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, hann mun aldrei inn í að koma. Og Jesús tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og þetta rauninni ein af ástæðunum fyrir að við skýrum lítil börn, en þess að Jesú, hann breytti svolítið kannski gangi veraldarsöguna hvað þetta varðar að gefa börnum miklu meira vægi en hafði verið áður. Og þetta eina skipti þar sem tala það í Biblíunni notu sögnina sárna. Þegar ætlaði að banna börnunum að koma þá sárnaði Jesú því hann leita á þau sem fullgilda einstaklinga og tekur þau að sér og blessar þau. Og í skírninni þá erum við að vinna með nokkuð tákn. Við notum yfirleitt hvítan skírnarkjól og það að þegar liturinn hvítur táknar fyrirgefningu og kærleika. Og það til þess að minna foreldran og ástvini á það að þetta barn ætlum við að taka að okkur og við ætlum að umvefja það kærleika og fyrirgefningu. Við ætlum að elska það nákvæmlega eins og það og við erum alltaf tilbúin að horfa á það sem mikilvægt barn Guðs og mikilvægt barn okkar. Og svo hann hafður alltaf síður kjóllinn vegna þess að kærleiki Guðs og fyrirgefning stærri en við sjálf og við megum vaksa og dafna í þeirri fullvissu. Nú, svo erum við með vatnið að því að vatnið lífgefandi og hreinsandi
og það sagt í upphafsorðum Biblíunnar að andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og það segjum við þegar við helgum vatnið, það segjum við sendu anda þinn yfir þessa skírnarlaug, svo sem í upphafi verður skapaði ljósið og lífið með orðið þínu og andi þinn sveif yfir vötnunum. Svo finnst mér svo gaman að tala eins vatnið við börn og segja, börn í skírnunum og segja bara, þið vitið að vatnið allt kring í lífinu. Þegar þið voru í móðkviði, það voru umlukin vatni. Og þegar það þarf að hreinsa ykkur, þá notum við vatn. Þegar við förum í fjallgöngur og tökumst á við erfiðleika, þá þurfum við vatn. Og meira þess að þegar við bökum brauð, þá notum við vatn, af því að vatnið bæði lífgefandi og hreinsandi. Og við trúum því í kristinni trú, eins og við lesið áðan í textunum, að í skírninni þá hreinsi Guð okkur á ákveðin hátt. Og við erum ekki fullkomin, en elska Guðs, hún horfir fram hjá briskleikum okkar og hreinsar okkur, þannig í augum Guðs erum við alltaf eins og hrein og mikilvæg Guðs börn. Og það eitt af því sem svo fallegt við skírnina, að þannig megum við sjá okkur, þó við efumst oft okkur sjálf, að þá efast Guð ekki okkur. Hann bara búinn að taka okkur eins og þið vitið, þegar maður var með lítið barn og tók það á baði, hvað það var eitthvað svona dýrleg stund. Það hreint og hlýtt og maður vafði það inn. Einhvern veginn að horfa á sjálfu sig, þannig við í augum Guðs, hrein og mikilvæg. Og þetta til dæmis hjálpaði bara þessi hugsun þegar Martin Luther var í sinni baráttu að gagnrýna kirkjuna og kirkjuleg yfirvöld sem kannski höfðu seilst of mikið í þá átt að láta fólk borga til kirkjunar, aflát og annað sem hann stóð gegn, að þá var hann líka í sinni glímu. Og hann var að glíma við sína andlegu erfiðleika og hann segir frá því á einu stað að það var eins og, hann fannst bara eins og að væri einhverjir kringum hann að tala niður. Hver ert þú að geta gagnrýnt kirkjuna? Hvaða aumingi ert þú eiginlega? Og hann bara svona hlusta einhverjar raddir í hausnum á sér sem algjörlega ýtt honum niður. Og þá tók hann upp þegar hann var að skrifa svona blekbyttu og kastaði á það sem honum fannst vera að tala við sig og öskraði bara, ég skírður! Það var hans svar. Ef þið haldið að ég ætli bara að hlusta það, þá ætli ég að muna það að ég skírt Guðs barn. Og ég hef sagt þetta áður, en mér finnst þetta bara besta svona líkingin sem ég hef heyrt, að það líka kona sem heitir Elisabeth Gilbert, sem hefur skrifað fallega bækur og mikið svona skapandi ritlist og annað, en þekktasta bókin hennar, og hún búin að skrifa margar, þá hún til að náði í gegn með Eat, Pray and Love, sem var svo bíómynd. Hún segir frá því að stundum þegar raddirnar byrja að tala við hennar, hver ert þú að ætla að fara að skrifa eitthvað handrit? Hver heldur að þú sérst að vilja upp á dekk og ætla? Og það bara, maður heyrir þessar raddir segja svo, maður bara, nei, ég á ekki að geta það. Að þá stundum rís hún upp tilbaka og nota sömu hugsun og Martin Luther segir, ég mikilvægt barn Guðs og þið skulle ekki reyna að halda neinu öðru fram, ég hef fullan rétt á að taka pláss í þessum heimi og drullið ykkur í burtu. Og þetta finnst mér, þetta krafturinn sem býr í skírninni og í því að við megum sjá okkur sjálf sem mikilvæg Guðs börn. Við gerum mistök, en Guð fullur náðar. Og mér langar að enda á hérna ljóði sem svo fallegt úr bókinni hans Sigurbjörns Þorkelssonar, sem mikill vinur okkar hér í Lindakirkju og rithöfundurinn. Hann segir vatnið grunnþáttur lífsins, guðlegt afl, kjarni mennskunnar, birtist í mismunandi myndum, rennur víða og hefur mörg hlutverk. Vatnið ferskt, hreint og tært, uppsprettan eilífð, það minnir á upphafið, tákn frjóseminnar, rennur úr lind lífsins. Lind sem hreinsar, svalar þorsta, vekur, viðheldur og nærir, ímynd vonar, táknmynd anda heimins sem jörðina snertir. Og að lokum, alveg í bláloginn, þá ein saga sem ég ætlaði líka að segja ykkur, og þannig var að það var ungur munkur sem kemur til lærimeistara síns, einhvern tímann á miðöldum og segir við hann, ég veit ekki hvort það hefur eitthvað upp á sig að ég sé alltaf að lesa Biblíuna. Ég gleymi alltaf því sem stendur þarna.
það bara svona einhvern veginn lekur út. Og sama hvað ég reyna að lesa þá finnst mér ekki bara munan eitthvað pínu lítið. Og munkurinn svona svolítið spegg og segja, heyrðu, þetta skiptir samt allt máli, en ennur að taka þessa könnu þarna, það var svona haug skítug, drullu kanna innan, og getur þau farið að sótt vatn í hana. Og hann gerir það og kemur og þá sér hann að hún lekur dálítið mikið, kannan, og hann kemur með hana og svo þegar vatnið er allt lekið og segir, heyrðu, farið aftur og fyllt hana. Og hann fyllir hann aftur og það lekur alltaf meira á. Svo þegar hann er að fara að beða hann í þriðja segja hann, fer samt og segir svo í þriðja skipti, ég ætla bara að láta þið vita að hún lekur þessi kanna, sko. Þetta er svolítið óþægilegt. Já, en kíkt aftur í könnun núna. Hver er munurinn frá því að ég baði fyrst að sækja vatn í hana? Já, hún er reyndar orðin alveg hrein. Þó hann hafi lekið þá var það samt vatni sem hreinsar og það er það sem trúin og orð Biblíunnar getur gert. Við munum þetta ekki allt, en þetta er lifandi lind sem með því að iðka, þó að við lekum öll, að þá endanum hreinsar hún okkur. Og það er það sem trúin getur gefið okkur og í þeirri trú skulum við lifa og vona. Og meðan kórinn kemur sér fyrir þá ætla ég að segja frá næsta lagi sem við ætlum að syngja sem að ég hef fengið þann heiður að syngja núna undanfærið fyrir fjölmarga fyrsta jólagestum Björgvins núna 21. desember með Svölu Björgvins og stór hljómsveit svo núna 4. janúar fyrir viku síðan á afmælistónleikum Gunnars Þórðarsonar í Hörpu. Hann er mitt 80 ára afmælið þá og nú ætlum við að syngja þetta honum til heiðurs. Mér skilst að hann og Tóbi konan sé að horfa á okkur hér í kvöld heima og við sendum honum hlýja strauma og þökkum honum fyrir þetta yndislega lag sem hann samdi Vetrarsól. Og Dilja okkar er mætt og ætlar að leiða okkur í þessu lagi. Ef
Takk fyrir þetta, Diljá, Óskar, Palli og kór Lindakirkju og Gunnar Þórðarsson sem hefur blessað okkur í 80 ár með tónlist og á margar af fallegustu perlum íslenskar tónlistar. Og gaman að sjá hvað margir mættu í afmæli hans og þú varst nú á þeim stóru tónleikum, Óskar. En nú komið að því sem bænin og bænastundin og í Lindakirkju höfum við þann háttinn á eins og mörg ykkar vita að það hægt að sitja í sínu sæti og biðja bara fyrir því sem býr í hjartamanns og maður hefur áhyggjur af eða vil þakka fyrir. Það má líka standa upp og kveikja á bænakerti og tendra á bænaaltarinu eða skrifa niður bænarefni og það trúfastur hópur sem hittist hér á 50 klukkan 9. Ykkur velkomið að slást í þann hóp sem biðja fyrir þeim bænarefnum sem okkur berast. Og það má líka fyrir ykkur sem eru á streyminu senda bara á Lindakirkja og þá tökum við þau bænarefni líka með og biðjum fyrir þeim. En nú fáum við tónlist og við göngum inn í bænagjörðina. Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í húsi þínu til þess að sækja í þína nærveru og þiggja þinn styrk og visku. Hjálpað okkur að lofa þig með lífi okkar. Á þessari stundu viljum við sérstaklega biðja fyrir öllum þeim sem glíma við veikindi. Við biðjum líka fyrir aðstandendum þeirra sem eru áhyggjufull. Viltu blessa sérstaklega hann Tómas sem var nefndur hér í upphafi messunnar, fermingadreng sem að glíma við alvarlegt krabbamein. Takk fyrir allt vinarþelið og hlýhuginn sem að vinir hans úr boltanum og skólanum hafa verið að sýna honum og hversu marg mættu í dag. Ég vil líka leggja sérstaklega í þínar hendur móður sem að glíma við erfitt krabbamein, ung móðir sem að mér langar að fela þér á þessari stundu. Við biðjum líka fyrir manni sem hefur að glíma við blóðleysi og viltu gefa að læknarnir finni út hvað það sem að hrjá hann. Við biðjum fyrir öðrum manni með krabbamein sem að við leggjum í þínar hendur og öll þau sem hafa verið nefnd hér í bænarefnum og í huga okkar búa við höfum áhyggjur af og glíma við
veikindi. Við felum þig líka þau sem að áttu erfið jól vegna sorgar og þau sem syrgja og sakna, komdu til þeirra í sorginni. Við biðjum fyrir uppalendum og kennurum og hjálpa okkur að sjá okkur sjálf sem fyrirmyndir. Já, Jesús, við biðjum líka fyrir þeim sem búa við stríð og hörmungar. Við biðjum fyrir þeim sem að búa í Kaliforníu og eru að missa heimili sín. Við biðjum fyrir þeim sem eru í fangelsi, þeim sem glíma við fíknivanda. Við nefnum þeir nú. Og svo þau sem á huga okkar, eða í huga okkar hvíla, við leggjum þau nú fram fyrir þig í hljóðri bæn. Svo segjum við saman bænina sem þú kendir. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og áður en að við erum send út með blessun og fáum svo smá stuði í lokin, þá langar mig að minna á að það er sagt vel frá starfinu okkar á lindakirkja.is og hvet ykkur til að fylgja okkur á Facebook líka. Það var skemmtilegt innlegg sem kom núna fyrir helgi. Við erum nefnilega búin að fá nýjan prest. Ólíó er að leysa Gummakala af, en Ólíó er núna farin að stjórna Herjólfi. Og við erum búin að fá hann Daniel Ágúst sem að mun leysa Ólajóa af ásamtinni Áslaugu Helgu djáknunum okkar. Og hann verður með okkur hér næsta sunnudag. Og við byggjum að taka vel á mótunum og ég veit að hann nú líka hérna í kvöld. En hann setti svo fallega áminningu því að það var svo ofboðslega fallegur himinninn. Hann fór og tók nokkra myndir. Og við höfum líka sett okkur það markmið að lyftan sem við erum að bíða eftir til að börnin geti farið niður í barnastarfið og öll börn komist þangað, en líka bara að allir geti farið upp í turnin og notið útsýnisins þar, að hún rísi á þessu ári. Og þess vegna minnum við á lyftusjóðun okkar sem hefur verið gaman að sjá hversu mörg hafa tekið þátt í að styðja við. En svo verður líka safnaðablað, þannig að þar getið séð allt starfið. Ég ætla ekki að auglýsa mikið lengur, eitthvað sem þú vilt auglýsa, Óskar? Nei, ekki. Nei, það er engin tónleikar svona alveg á næstunni, en þeir verða nokkrir í vor. Ja. En þá býð ég ykkur bara sem auðvelt með að rísa á sætum og þiggja hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Guðni sagði stuð, ég veit ekki hvað hann flokkar undir stuð, þetta er nú rólegt lag en kröftugt er það. Þannig að 50 daginn voru akkurat 10 ár frá því að góðu vinur minn og mesta áhrifavaldur í lífi mínu, músiklega séð lést, Andrew Crouch. Og það var þannig, ég fór með þess að til Los Angeles í útförunars. Mér þótti svo, einhvern veginn, mér langar svo að fylgja alla leið því að ég hefði örugglega ekki verið hér í kvöld ef það hefði ekki verið fyrir tónlistarnas Andrew Crouch. Og margir tengja, og Páll tengir örugglega við þetta og Miriam frænka hérna á æðisleg músík. Eins og Gunnar Þórðar líka, þetta er æðisleg músík og okkur langar að enda með þessu lagi hér sem er eiginlega bara flott að byrja nýtt ár. Þetta var spilað í útförunars og ég grét, það var ekkert óeðlilegt við það því að þetta var svo magnað. Lagið heitir Let the Church Say Amen og Áslaug leiður okkur í þessu lagi og við endum þessu stundina hér í kvöld með þessu lagi. Takk fyrir. Let the church
say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church, everybody say amen. Let the church say can I hear the word? Let the church say amen. To what his plans are, to his mercy, God has spoken. Let the church say amen. Ooh, yeah. Make this your response to whatever he says, from the healing of your body to the raising of the dead. No matter how you feeling or how your world is reeling, battle on through the night, 'cause you're gonna dignify heaven and earth. Oh, standing at the Red Sea, continue to say, 'cause your help is on the way. Why God has spoken, I heard him. Let the church, yeah. Lift your hands wherever you are and let the church. Oh, amen. Say, let the church say, God has spoken. Hallelujah. Amen. All we need is a word from the Lord. We got it. Oh, oh, let the church. God has spoken. Well. Let the church. Amen. I need you to say it. When your dreams are about to die, knowing that God's not a man, he just can't lie. In spite of what the devil does, no, you got a word that has come from above. Oh, that must be what you say. So open your mouth
Förum í friði og þjónum drottni með gleði.